Gunnarsson. Já, góðan daginn. Já, svona forsaga fyrir þessum breytingum og eins og kom fram í oddvita, þess að það hanga saman liður 1 og 2 í þessu. Og það má segja svona kannski að samþykktu byggingargjöld þessu svona móðurmálið í þessu öllu saman, af því að lóðúthlutun hanga nú svona í samhengi við það líka, þannig að þessi 2 skjöl eða 2 reglur þurfa að tala saman. Og svona forsagan að þessu líka svo að það komur svona ábendingar okkar að við þyrftum að svona taka inn og breyta svona ákveðnum lagabreytingum sem hefðu orðið í umhverfinu hjá okkur og svona styrkja ákvæði hjá okkur og ef við svona fer yfir svona kannski helstu breytingar svona sem eru á þessu, sem eru nú kannski ekki beinlínis stórar breytingar, heldur þetta kannski uppsetning og svona kannski skipulag, að það er svona verið úr lóðúthlutunarreglunum þá er svona verið að hnykkja á svona kannski ákveðnu svona formi og svona, hvað ég segja, svona bara svona kannski góðri stjórnsýslu varðandi auglýsingur og lóðirnar. Það er það nýmæli sem er tekið upp aftur í lóðúthlutunarreglunum að það þurfa að leggja fram ákveðna staðfestingu frá banka eða lánastofnunum með greiðsluhæfi sem má nú ekki vera stórt mál. Þannig að það sé verið að svona aðeins að sigta út, þannig að við erum að taka þau upp aftur. Síðan í lóðúthlutunarreglunum svona ákvæði sem að koma inn sem eru líka þá í samþykktunum varðandi sölu á byggingarétti. Við höfum ekki verið mikið í því ennþá og það getur komið upp og þá er mikilvægt að reglurnar, bæði þá lóðúthlutunarreglurnar og samþykkturnar talis saman og gefi fyrirmæli hvernig við eigum að hafa okkur við svoleiðis aðstæður. Og það er svo sem ekkert verið að finna upp hjólið í þessu, það er bara verið að leita þá fordæma svona hvernig önnur sveitarfélög hafa gert þetta, þannig að við erum að hnykkja á því að hafa ákvæði það. Síðan erum við að breyta svolítið reglunum og það má segja að það sé svona kannski meginbreyting báðum megin, að það er svona verið að breyta reglunum varðandi staðfestingargjald á lóðum, að það er verið að breyta aðferðarfærin við það sem að það eru ákveðin krónutala eins og kemur nú fram í samþykktunum. Og þannig að lóðúthlutunarreglurnar tali saman við samþykkturnar staðfestingargjaldið af því að staðfestingargjaldið er óafturkræft og það verður svona verið að byggja undir það. Og síðan eru svona kannski bara verið að orða kannski í lóðúthlutunarreglunum og færa til málsgreinar þannig að þetta sé svona kannski hangi svona betur saman. Í samþykktunum þá er kannski verið aðeins bara hnykkja á því að sem eins og ég segi svolítið er svona biblían svolítið í þessu öllu saman og öðrust ekki gildi fyrir við breytingu í B-deildinni. Að það er verið svolítið að hnykkja á þetta er svona samþykkt bæði fyrir svona þá, hvað ég segja, þetta er náttúrulega bæði samþykkt fyrir álögnum gatnagerðargjalda og líka fyrir byggingarleyfisgjöld og framkvæmdaleyfisgjöld sem þá skipulags- og byggingarfulltrúi er að vinna eftir og svona ákveðin gjaldskrá sem í gangi samkvæmt því. Það eru breytingar í lagaumhverfinu varðandi breytir ekki krónutölum eða útreikningum eða eitthvað slíku og það eru núna ákveðið svona Hagstofan með ákveðið svona grunnvísitölu gatnagerðargjalda sem er svona þá orðin grunnvísitöla og þannig að við erum búin að breyta því í raun og veru. Það voru ekki það er verið að breyta líka varðandi gatnagerðargjöldin að það er ekki svo kallað meðaltalsregla lengur í gangi, þetta bara förum við beint í hámarks tölu nýtingarhlutfalls lóðarinnar og við vorum svo sem með þá ákveðnum prósentutölu af ákveðnum fermetraverði sem er bara uppferðað núna með við vísitölu, við erum að nota líka nýrri vísitölu eins og við varum að tala áðan og það eru þessar prósentutölu sem við erum að nota, þessi breyting hefur ekki áhrif á einbýlishús eða par eða raðhús en það hefur áhrif á fjölbýls- og verslunar- og iðnaðarhúsnæði og þegar við fórum að skoða þetta aðeins nánar núna svona í lokin og svona með ákveðum samanburð að þá er svona teljum við ráð að skoða hvaða prósentuhlutfall við erum að nota varðandi verslun og skrifstofu og þjónustuhúsnæði og iðnaði, geymslu og annað atvinnuhúsnæði. Við liggjum í 4% í reglunum eins og við liggjum fyrir fundinum en það er svona ástæða til þess að svona kannski bæja út þessum breytingum og svona samanburðum kannski við önnur sveitarfélög að mér finnst skynsamlegt að skoða að færa þessa tölu aðeins neðar til þess að svona gæta svona ákveðna sanngirni og líka þá að svona stuðla því að við séum bara ljómandi vel samkeppnishæf svona með við nágranna okkar líka.
Oddviti fer nú betur yfir það kannski á eftir. Síðan eru kannski svona bara svona orðalagsbreytingar í samþykktunum og svona kannski aðeins svona tilfærsla á greinum. Við erum að taka upp svona í gjaldapakkanum í sambandi við staðfestingargjaldið, eins og ég sagði, að við erum að taka upp krónutölur í staðfestingargjaldinu, það sem bara ákveðin krónutala sem í þessu óafturkræfa staðfestingargjaldi sem þá einbýlishús, parallagshús, fjölbýlishús og allur pakkinn. Þannig að það að dekka þá allavega nauðsynlega kostnað sem maður myndi lenda í því að lóðin síðan skilað. Og síðan eru kannski breytingar aðeins inn í byggingarleyfisgjaldapakkanum. Við erum að taka upp svona ákveðna fleiri stærðarflokkanir fyrir stórar byggingar. Við erum að bæta við settum galflokki milli 3000 og 4000 fermetrar og svo yfir 4000 fermetrar. Þannig svona þessi risastóru framkvæmdir að byggingarleyfisgjöldin geti svona kannski fyllt meiri þeirri vinnu sem liggur á bakvið svoleiðis framkvæmdir. Þess að við erum kannski að fara töluvert í. Síðan erum við svona að skerpa á gjaldareglunum, móttöku- og skráningagjaldi og breyta þessu með grunnvísitöluna sem þá þessi hagstoð með gatnagerðargjöldunum. Síðan erum við aðeins að hnykkja á og betur í sambandi við endurgreiðslu á gjöldum ef að byggingarleyfi falla niður og slíkt, að við erum að taka upp reglu sem að þá eins og ég sagði, staðfestingargjaldið alltaf óafturkræft og sambandi við byggingarleyfisgjöld, þá erum við að taka upp svona sveigjanlegri reglu að það heimilt þess að endurgreiða 50% af byggingarleyfisgjaldi ef að síðan verður ekki að framkvæmdum, að því að inn í byggingarleyfisgjaldinu eru líka alls konar þjónusta sem þá svona eftirlit og annað, þannig að við töldum skynsamlegt að taka upp þessar reglur sem við rákumst inn hjá Árborg. Þannig að þetta svona kannski helsta í þessu öllu saman, en við teljum að þetta sé svona nauðsynlega breytingar á því umhverfi sem við lifum í sambandi við bæði gatnagerðargjöld og byggingar og framkvæmdaleyfisgjöld. Takk fyrir þetta, Jón. En svo kom fram hjá Jóni að þá eru þessar breytingar, þær eru svona verið að uppfæra þetta svona í samræmi við það sem önnur sveitarfélög hafa verið að gera í kringum okkur. Og og varðandi það sem að koma hér inn, varðandi breytingarnar á prósentuna, þá til að í raun og veru sem ekki fór út með dagskrárboðunum að við lækkum okkur úr 4 í 3% til þess að vera bara samanburðarhæf eða bara koma vel út í samanburði við aðra eða vera ekki hærri en aðrir í kringum okkur. Og þessar breytingar allar hafa þetta fengið góða umfjöllun í skipulagsnefnd og ég veit ekki svo sem hvað meira að segja. Ég ætla að bara gefa orðið laust, gera svo Lingvar. Já, oddviti, það greinilega búið, ég lít svo á við sem ræða þessi mál saman, 1 og 2, það ekki rétt skilja hjá mér. Það búið að leggja greinilega mjög mikla vinnu í þessa yfirferð og nú ætla tölvan að slökka á sér, þá ég bara að muna hvað ég ætla að segja. Með 2 vangaveltur varðandi þetta, það annars vegar varðandi þá lóðúthlutunarreglunar, þar í 4. grein minni mig, eins og sveitarstjóri kom reyndar inn á í sinni yfirferð verið að setja inn aftur ákvæði það að það þurfa að sýna fram á greiðsluhæfi og lánshæfi. Ég velti fyrir mig hvort að það sé svona bara aðeins íþyngjandi, nú þurfa allir að fjármagna byggingar, það liggur fyrir og við erum með í reglum okkar lóðaúthlutanir
ákvæði að geta kallað lóðið tilbaka eftir 8 mánuði ef ekkert að gert, hvort að það sé ekki nóg og að því sé beitt, hvort að bara fá eitthvað skýringar eða semst frekara rök á því og eins þarna að tala það sé eitthvað viðmiðunar upphæð sem ekki tilgreind. Og nú ég að tala bara upp úr minni og því ég ætlaði að lesa þetta á blaði, en hjá Reykjavíkurborg minni með þessu upplæði sé 45 milljónir en við erum ekki með hana tilgreinda hvernig verður hún fundin út, bara svona að fá eitthvað skýring á því þá hvaða viðmið við erum að miða við. Og eins þetta hvort að það séu einhverjar þannig aðstæður að við séum að lenda í því aftur og aftur að fólk sé ekki að ná að byggja af því að það sé ekki að ná að fjármagna sig eða hvort að það sé hver svona rökin fyrir þessari þörf eru. Annars þetta bara fínasta breytingar á þessari lóðarlunarreglugerð. Síðan varðandi byggingargjöldin, þar í 5. grein og þar undanþágur. Það sem að maður, annað í þeirri reglugerð bara fínt og til bóta verulega, það sem ég velti fyrir mér í þessari 5. grein það að það sem sagt, þarf ekki að greiða gatnagerðargjöld af 6 fermetra geymslu skýli fyrir hjóli eða garðsláttuvélar, en það heimilt samkvæmt lögum að byggja 15 fermetra hús á lóðinni hjá sér án þess að sækja leyfi fyrir því. Af hverju ekki samræmið þar á milli og manni finnst eitthvað skrítið að þurfa að borga gatnagerðargjöld á 7 fermetra skúr fyrir garðsláttuvél eða eitthvað slíkt, hvort að það sé ekki óþarfa skriffinnska. Af því að það þarf ekki að setja þetta á skipulag og hver á að fylgjast með þessu og þetta ekki auka vinna fyrir byggingaeftirlitið að fara að leita í görðum og mæla upp kofa og slíkt. Og annað að það má byggja 30 fermetra við hús sem eru komin á ákveðin aldur án þess að greiða gatnagerðargjöld. En það má ekki byggja nema 6 fermetra kofa og þá þarf að greiða gatnagerðargjöld. Og síðan annað 20 fermetra garðskýli yfirbyggt, að það þarf ekki að borga fyrir það, en ef það var í 21 fermetri þá þarf að borga gatnagerðargjöld. En ég bara, ef það að fá einhverju skýringar á því, hvað liggur þarna baki, það einhverja skýringar þarna greinilega frá lögmanninum með, sýndist mér, en það kemur samt ekki alveg fram svona pólitíkin á bak við það af hverju þetta misræmi þarna, því þetta svona, þetta eina sem mér finnst aðeins skjóta á skokku við. Takk fyrir þetta, Ingvar. Ég held að Ingvar hefur tekist að flækja þetta bara heilmikið. En það bara allt í góðu. Ef að sveitarstjórinn með svör við þessum vangaveltum Ingvars á hreinu þá væri það ágætt að fá þau. Treystur þér í þetta mál, Jón? Já, sveitarstjórinn ætlar að reyna að bregðast við. Já, ég skal svona að gera mitt besta til þess að reyna að svara þessu. Það alveg rétt, það auðvitað náttúrulega, það kannski þessi fyrirspurn, hún snýr eiginlega að þessari, ég skal byrja lóðartöldurreglunar, hún snýst eiginlega þetta ákvæði að taka upp skriflega staðfestingu. Við ræddum þetta nú aðeins svona í undirbúningsfundunum með þetta. Önnur sveitarfélög eru með þetta inni. Við höfum ekki lent í verulegum vandamálum sem sagt hingað til varðandi þetta eftir minni bestu vitund. En þetta svona kannski má segja í grunninn sé þetta svona ákveðin sía til að sía út í raun og veru umsækjendur sem að raun og veru hafa ekki getu til þess að koma sér af stað og eru bara að sækja lóðir sí svona. Og það svo sem við erum bara svo sem elta fordæmin aftur, þannig að það þetta bara ákvörðun hvort að menn vilja hafa það inni eða ekki. Ég svo sem bara
er alveg opið fyrir lágmarksviðmiðin sem sem sagt, eru vantarlega þannig að þá þarf bara að taka ákvörðun í auglýsingunni sem sagt, hvaða viðmið eiga að vera. Af því að þá er þetta vantarlega opið en ekki tilgreint eins og Ingvar Pétur var að tala um. En þetta bara ákvörðun sko, hvort að menn vilja hafa þetta ákvæði inni eða ekki. En þetta fyrst og fremst bara síja til þess að koma í veg fyrir það að fólk sé sækja lóðir sem hefur raunverulega ekki burði til þess að gera það. Því ef ég skil þetta, þá er þetta ekki flókið eða dýrt að fá þessa yfirlýsingu frá bankanum. Af því að þetta er auðvitað svolítið ákvörðun að ætla sér að byggja hús. Það felur í sig skuldbindingar. Í sambandi við smáhúsin, það var alveg gott að komast inn á þetta sko, að það speglast líka saman að byggingarreglugerðin og þetta, að það eru ákveðin hús sem við erum að lokka gatnagerðargjöld fyrir sem eru kannski spennustöðvar og önnur hús sem eru þarna inni. Þannig að þetta er í raun og veru sko ekki, ef ég skil þetta rétt og við fórum yfir þetta svolítið, þetta er ekki þessi 15 fermetra hús sem þarf ekki byggingarleyfi fyrir. Þetta snýst væntanlega þú þarft byggingarleyfi fyrir húsinu sem á að þá að fá álegningu gatnagerðargjalda. Þannig að það er alveg á hreinu eins og við ræddum þetta, bæðið með okkar lögmanni og annað þegar vorum að fara yfir þetta, að þetta tekur ekki til þeirra húsa sem ekki þurfa byggingarleyfi fyrir eins og þessi 15 fermetra smáhúsi sem er heimild þess að byggja út í garði. Annars eru þetta nú bara svo sem þessar niðurfellingu og lækkunarheimildir eitthvað sem við erum að elta frá öðrum og ég var nú svo sem að leita hérna hvort að það hafa verið inni alltaf einhverjar heimildir fyrir lækkun og niðurfellingum eldra húsnæði og annað og svona stækkanir. Þannig að það er nú held ég verið sem nú velta svolítið bara fordæmi í því sko. En maður þurfa ekki áhyggjur þegar við sem ekki kannan gera gjöld á öll hús sem að vera að byggja hérna sem ekki þurfa byggingarleyfi fyrir. Takk fyrir það, þetta er ágætt. Ég varandi það sem var hér til umfjöllunar varandi greiðsluhæfið til þeirra sem eru að sækja lóðir. Ég held að það sé til bóta að það liggi fyrir að menn hafi burði til þess að gera það sem þeir eru að fara að gera. Ég held að það sé bara jákvætt og ekkert í sjálfu sér að því. Er eitthvað fleira sem þið viljið koma inn á? Já, það er óskað eftir stuttu fundarhlé, við verðum við því.
þá höldum við fundi áfram. Ég bið þá sem er að horfa á afsökunar á þessu stutta fundarliði sem við urðum að taka. Það geta klára okkur að þessu. En ég ætla þá að bera upp fyrst reglur eða breytingar reglum, tillögum breytingum og reglum á lóðaúthlutunum sem er hér til afgreiðslu með þeim breytingum að í 4. málsgrein 4. greinar greiðsluhæfi umsækjanda falli úr gildi og breytingarnar myndu síðan taka gildi við birtingu samþykktum byggingagjöld í B-deild Stjórnartíðinda. Við erum sem sagt núna að fara að afgreiða lið 1, þessi geta samþykkt tannvísalagemerki, það er samþykkt. Við erum búin að, eins og ég nefndi hérna í upphafið, þá tókum við þessa liði 1 og 2 saman og þá ætlum ég að bera upp breytingar á samþykktum byggingagjöld með þeim breytingum að álagningarhlutfall gatnagerðargjalda samkvæmt D- og E-lið 4. greinar vegna verslunar og iðnaðarhúsnæðis lækki úr 4% í 3% og að í 5. grein gildi gatnagerðargjöld og að 5. grein gildi gatnagerðargjöld að byggingarleyfis skyldum húsum. Geta samþykkt það er samþykkt. Þá förum við í lið 3 sem að er hér verið að veita heimild til þess að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélagið að fjárhæð krónu 300 milljónir sem er vegna byggingar á grunn- og leikskólanum á Hellu og þetta er auðvitað það sem að gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins. Við gerum ráð fyrir 500 en þetta er, ég held að þetta sé nauðsynlegt að vaði þetta. Það er nú eitthvað misjöfn vaxtakjörin, virðist vera frá viku til viku. Jón kannski fer aðeins yfir það, gerðu svo vel Jón. Svo til skýringar þá erum við ekki endilega að taka lán strax núna. Þetta er svona almenn heimild til þess að við getum svona bara dreigið á láni hjá lánasjóðnum eftir sem við þurfum og skýringar þá bara lánið eftir atvikum út af grunni eða leikskóla, eftir hvaða verkefni eru í gangi. Það er aðeins skrýtnir tímar í kjörum lánasjóðsins núna. Það er ekki þessi hefðbundnu skuldabréfaflokkar ennþá komnir inn. Heldur eru svona lán frá Norræna fjárfestingarbankanum bara inni sem að er svona 7 ára lán sem að þú getur síðan greitt upp með ákveðnum vaxtakjörum. Og við erum svona að reyna að bíða að sjá aðeins hvað við þurfum. Við erum svona að skrölda í fjármögnuninni svolítið þessa dagana en vonandi svona sleppur þetta til. En þetta er raunverulega bara þá heimild þess að þá að draga á eftir sem að frammyndu verka og við myndum þá bara gera það í þeim bútum sem að nauðsynlega eru bara í hvert og hvert skipti. En ekki taka eitt heildar stórt lán nema það væri þá nákvæmlega það sem við þyrftum á þeirri stund. En það eru inn í það geta af fyrir fjárhagsáætlunum við sem að taka 576 milljónir í lán á árinu 26 og þannig erum við svona að taka svona tæplega rúmlega helmingina því sem að kannski við áætlum á þessu ári. Takk fyrir það Jón. Vilja ykkur segja eitthvað? Gerðu svo Ingvar. Já, þetta verður kannski aðeins fleiri 2 orð en bara samþykki þetta sjálfsögðu og er í samræmi við fjárhagsáætlun og við erum öll sammála að það mun vantarlega þurfa á þessum lánsfjármagni að halda. En bara að því að eins og sveitarstjórn kom inn á þá er aðeins óljóst þetta lánaumhverfi, bara hvort að byggðarráðið eða sveitarstjórn verði bara upplýst mögulega þá þessar lánasamninga sem að verða undirritaðir svona þannig að við séum búin að sjá lánskjör og hvernig þetta lítur allt út. En þó ég veit það að það er því lítið að prútta við lánasjóðin. Já, ég ætla nú ekki að fara að lesa allt sem fer með þessu. Sem geta samþykkt þetta þesslega gemerki. Það er samþykkt. Þá er liður 4 sem er nýsköpunarstefna fyrir Suðurland að skipa fulltrúa í einhvers konar vinnuhóp það ekki. Það er sem verið að leggja beiðni frá háskólafélaginu að sveitarfélagið skipi fulltrúa til þess að taka þátt í mótun þessarar nýsköpunarstefnu. Og
ef það er ykkur hér sem að vil taka þátt í vinnu hópsins að þá gefa hann sig fram hér núna. Annars ætlaði ég að leggja til að Jón færi í þennan hóp. Gerðu svo lengur. Já, oddviti, ég ætlaði nú ekki að gefa mér endilega fram, en sko ég velti því bara fyrir mér. Ég er mjög hlynntur því að það verði gerð nýsköpunarstefna, ég held að sé full þörf á því og eitthvað sem að mér minnir nú að við höfum þess að lagt til að kjörtímabilinu er gert fyrir okkar sveitarfélag per se, bara því að þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt. Tímapunkturinn eins og það finnst mér vera svolítið sérkennilegur þegar það eru 4 mánuðir eftir að kjörtímabilinu og það er að fara að vinna hellingspólitíska vinnu það að móta stóran hluta atvinnustefnu Suðurlands. Þannig ég var að viðurkenna það, ég hefði kannski svona haldið að það væri þannig þekkingin í samtöku sunnlenskra sveitarfélaga að þau væru meðvituð það væru sveitarstjórnarkosningar 16. maí næstkomandi. En gott og vel, það má kannski byrja að safna gögnum og gera eitthvað. Hef ekkert á móti því að sveitarstjóri farið þarna inn, velti því þó fyrir mér hvort að þetta falli mögulega betur undir verklýsingu byggðaþróunarfulltrúa. Við treystum honum til að vinna að atvinnustefnu fyrir okkur fyrir sýsluna og við treystum honum að vinna alls konar málum fyrir sýsluna. Sveitarstjóri er verkum hlaðinn og hvort að það væri mögulega sá aðili sem ætti að vera þarna inni fyrir okkur. Ég kannski sérstaklega ljósi þess að næstu 4 mánuðir að það væri engin stór pólitísk vinna að fara fram þarna, sko. Þetta er meira svona handavinna. Þannig að ég er kannski ekki að leggja sjálf á mig fram í þetta verk, en ég ger allavega með hugmyndum að þetta geti betur fallið að verksviði byggðaþróunarfulltrúa en að við séum endilega að fara að slíta sveitarstjórunum okkar út í þessu þegar hann hefur að ég tel nóg að gera. Takk fyrir það, Ingvar. Byggðaþróunarfulltrúinn er þarna fyrir, sko. Þannig að hann getur ekki, hann á sæti í hópnum, þannig að við getum ekki skipað hann sem okkar fulltrúa. En ágætis hugmynd samt sem aður. Nú, já, þú bauðst þig ekki fram, þannig að ég bara held mig þó við það að Jón verði okkar fulltrúi í þessum hóp, hvað svo sem að gerist nú í þessu fram að kosningu. Það er þá hægt að skipa nýja fulltrúa í þennan hóp hvenær sem er. Skylda samþykkt til að gefa merki, það er samþykkt. Þá er liður 5 sem er frístundastyrkur. Það kom til ykkar yfirlit frá íþrótta- og fjölmenningarfulltrúum notkun og frístundastyrkjum. Þetta er fyrir, eða þetta var beðinni frá held ég fulltrúum D-lista að þetta lagi fyrir og þetta á að fylgja með í gögnunum ykkar. Þannig að ég gef bara orðið laust þetta yfirlit ef þið viljið eitthvað rýna það betur hér í púltinu eða bóka eitthvað. Gerðu svo vel, Ingvar. Tölvan er eitthvað að stríða Ingvari? Nei, þetta er ekki. Já, þetta er allt, segir hann þarna. Gerðu svo vel, Ingvar. Já, oddviti, bara þakkavert að fá þessi gögn fram og þau eru upplýsingar margt. Við munum leggja fram bókun og ég ætla kannski ekki að lengja umræðina mjög mikið en svona maður tekur eftir því að það er þarna að aukast nýtingin úr 73% í 83% á 3 árum sem er jákvætt. En það eru þetta áhugjefni eftir sem áður og það eru 17% sem er ekki að nýta styrkin og það liggur í sjálfsög ekkert fyrir nein greining á því er það vegna þess að foreldrar þeirra barna hafa hreinlega ekki þörf á þessum styrk eða er þetta hópurinn sem er ekki að stundan einar tómstundur íþróttir og það gæti verið og er heldur nauðsynlegt að rýna aðeins betur onni það að minnsta kosti þá fyrir næstu fjárhagsáætlun að gera það hvernig sem menn vinna það því að ef að þetta er að megin hluta sá hópur sem er ekki að finna sig að þá eru þetta mjög stór hópur sem að því að markmiðið með þessu var auðvitað að flest börn og til að styðja sem flest börn og til þess að
og heimili þeirra til þess að geta staðið að kostnaði við þetta en einhverju hluta vegna er þetta er töluvert hátt hlutfall af börnum á þessum aldri. Það er líka eins og fulltrúar D-lista bentu á 14. september 2022 að innleiðing frístundastyrkja væri almennt séð að leiða til hækkandi æfingagjalda og það er samkvæmt þessum gögnum augljóslega raungerast, auðvitað er það misjafnt eftir flokkum en sem dæmi að þá eru æfingagjöld í 4. til 7. flokki KFR, þau hafa hækkað 36%, á sama tíma launavísitala hefur bara hækkað 17%. Og frístundastyrkur hann fylgir almennum hækkunum hér hjá okkur, hefur gert það, þannig að þarna er augljóslega, og þetta sama, það er að finna dæmi þetta líka bæði í ungmennafélaginu Heklu og Garpi. Þannig að í þeim tilvikum sem það ræðir, ég meina í 3. flokknum þetta hækka, það er ekki eins mikið en það er samt umfram launavísitölu. Þannig að mér er til efs að það er þessum heimilum sem þarna ræðir að það sé verið að létta undir með þeim raunverulega. Ég held að mér sýnist raunkostnaður vegna þessara æfingagjalda vera að hækka þrátt fyrir æfingastyrk, þrátt fyrir styrkin, eða það er allavega eitthvað sem að mætti rýna betur og þessi þróun, það er ekki mikla skýringar á henni þarna inni, við höfum rætt þetta margoft, en væri alveg full ástæða til þess að skoða það í framhaldinu af hverju samhliða því að það er verið að auka stuðning inn í íþróttastarfið, að íþróttafélögin eru þá leið að því virðist að hækka sín gjöld töluvert umfram það sem að vísitölur Hagstofunnar segja að sé verðlagsþróun eða launaþróun eins og launavísitala sem við skoðum. Og væri alveg ástæða til þess að kalla eftir þá frekari skýringum á því við framhaldið á þessu verkefni án þess að það sé verið að setja út á það og það væri þá bara kannski jafnframt í heildina farið yfir þessi markmið sem lágu fyrir upphafi og hvort að þau séu að nást með þessu. Og ég boða svo stutta bókunót við því. Takk fyrir það einhver. Það væri kannski bara ástæða til þess að kalla formenn þessara félaga á fund og fara yfir og kalla eftir skýringum á af hverju það er svona hækkun á þessum æfingagjöldum hjá þeim og það eru örugglega góðar skýringar á því. Gerðu svo vel, Margrét. Ágætu fundarmenn, bara mjög gott að fá þetta yfirlit. Það er mjög gott að hafa puttan á púlsunum og sjá hvernig þetta er að þróast hjá okkur. Varðandi æfingagjöldin þá sér maður líka sérstaklega hjá KFR að 2023-2024 þá hækkuðu ekki neitt á þessum tíma. Þannig að þarna er kannski verið að taka, mér skildist allan að ég mætti sem foreldri á aðalfund KFR og það var í rauninni verið að taka 2 ára hækkun á einu bretti. Jafnframt það vantar svolítið í yfirleiti hjá KFR mitt, hvaða tímafjöldi liggur á baki. Maður sér það mjög vel hjá Heklu, að þá það er mishá hæfingagjöld bara eftir því hversu margir tímar eru í æfingum. Það skiptir náttúrulega líka máli. Mín tilfinning sem foreldri er að æfingar hjá KFR þeim hefur verið að fjölga mjög mikið. En ég tek alveg undir þessar áhyggjur og ég hef haft bara það er verkefni hjá okkur að reyna að finna út hvernig við getum virkjað alla krakka og sérstaklega unglingastigi til þess að stunda einhverjar íþróttir eða tómstundamál, einhverjar tómstundir og þetta er eitthvað svona eilíða verkefni hjá okkur. Ég lít kannski minna á, það er náttúrulega léleg nýting í 1. bekk, 6 ára börnin yngstu iðkendur, en þar kemur líka inn að æfingagjöld þar eru bara ofboðslega lág. Þannig að ég held að það sé svolítið flókistundu bara fyrir foreldra að fullnýta frístundastyrkin. Ekki nema að börn séu í tónlistarnámi og æfinga að stunda einhverja íþrótt. En þetta er gott að fá þetta yfirlit og við vinnum með það áfram klárlega. Takk. Takk fyrir það. Margrét, ég held að væri ekki úr vegi að svona aðeins í ljósið þessum Ingvar var að tala áðan að hvað sagðirðu, hækkuðum 36% er það yfir margra ára tímabilið á milli ára eða 23-25 og það væri nú kannski bara ekkert úr vegi að fá einmitt, Margrét kom nú inn á það hugsanlega
aukning á æfingum, en það væri, ef ekki að kalla bara eftir greinargerð frá KFR ég held við köllum bara eftir greinargerð frá KFR þróun æfingagjalda og í hverju þessi mikla hækkun liggur. Og ég legg til að við bara bókum það með afgreiðslunni. En hérna, ég ætla má ég aðeins klára? Ég varðandi það sem kom fram líka í máli Ingvars varðandi þennan hóp sem að virðist ekki vera að nýta frístundastyrkinn. Það er áhyggjuefni og ég velti fyrir mig hvort að það geti verið ég er ekki með neinn svör við því en ég velti fyrir mig hvort það geti verið að það séu börn fólks af erlendum uppruna sem að bara viti ekki af þessum styrk að hann sé í boði og þá er spurning hvort að við höfum að gera eitthvað átak í því að koma þessum upplýsingum til þessa fólks. Því að ég er svona mig grunar að það sé sá hópur sem að sé ekki að nýta þennan styrk. En Ingvar gerð svo vel. Já, Oddviti, bara aðeins örstuð að bregðast við, bara fín umræða. Varandi það sem að Oddviti nefndi áðan frá aðalfundi KFR, að sko, það efast ekkert það, en það er hins vegar alveg ljóst að tölurnar er alveg skýrar. Þarna frá því að áður en að frístundastyrkjunum kemur til 22, til dagsins, eða núna á síðasta ári, að þá er þessi 36% hækkun, samkvæmt þessu, maður bara reiknar það. Og sko KFR hækkar og maður skilur að það þarf auðvitað að fylgja þróun og verðlagsþróun og það þarf að fylgja og launakostnaður er vantarlega stærsti kostnaðurinn reikna ég með í þessu, það þarf að greiða þjálfunarlaun, ég ekki að vera að borga fyrir aðstöðu þannig að ég svona ímynda mér að það sé vantarlega stærsti kostnaður, ég hef ekki rýnt ásreikninga KFR, bara þann fyrir var þar á en það er allavega töluverður munur á 17% og 36%, þannig að það er allavega verið að sækja þá umfram það töluvert og ekki veit hvar það liggur. Varðandi hitt, þá held ég að sé einmitt bara nauðsynlegt að greina þetta eins. Hvar liggur þetta? Er þetta börn sem að er ekki í tómstundum? Er þetta mögulega bara foreldrar sem að þurfi ekki á þessum styrk að halda og sækja ekki hann? Er þetta börn á erlendum uppruna? Hvar liggur þetta? Því að 17% er töluvert hátt af þessum hópi að hann skulle ekki finna sér neinar tómstundir ef að það er raunin sko, sem auðvitað liggur ekki fyrir neinum gögnum en það var áhugavert að fá það fram. Þetta var það sem ég vildi bregðast við og svo er ég með bókunina Oddviti leið og þú vilt að ég lesi hann upp. Já, ég tek undir með Ingvar að þetta er ágætis umræða og ef við veltum þessu aðeins kannski þannig að þessi hækkun hjá KFR sem er nú til umræðu að því hún er talsverð að hún sé tilkomin að þessi hvati að þessari hækkun sé þessi frístundastyrkur okkar að þá auðvitað náttúrulega eru börn fleiri okkar sveitarfélagi sem er að greiða æfingagjöld til KFR eins og til dæmis í Rangárþingi eystra og þar hefur ekki verið neitt frístundastyrkur fyrir en núna held ég þeir hafa verið að koma honum á þannig að það er svona spurning hvort það er hægt að setja eitthvað samansemmerki þarna á milli það er örugglega eitthvað skýring á þessu og ég held að það sé mjög gott að við köllum bara eftir henni frá stjórn KFR eða formanni og já, ég held að sé nú kannski þetta sé nú orðið fullrætt og Ingvar hefur boðað bókun, gerðu svo Ingvar. Já, Oddviti, ég sagði þessi bókun er í stutt og ég lofa því allavega að hún verður mun styttri en bókun frá síðasta sveitarstjórnarfundi frá fulltrúum álista. Að því ég hef stundu fengið ákvörðu fyrir að bókanir séu ekki stuttar, en þessi er mjög stutt. Fulltrúar D-lista þakka fyrir samantekin gögn. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum hefur nýting á frístundastyrk aukist úr 73% frá árinu 2023 í 83% á árinu 2025, sem er jákvætt í sjálfum sér þó ekki liggi fyrir nein frekari greining á því hvers vegna 17% þeirra sem eiga rétt á styrknum nýti hann ekki. Til dæmis hvort sá hópur þurfi ekki á honum að halda eða sé almennt ekki að stunda neitt íþrótta eða tómstundastarf. Eitt af þeim markmiðum sem lágu fyrir tillögunni upphaflega var að ýta undir að fleiri börn og ungmenni myndu stunda íþrótta og tómstundastarf.
Á fjórðafundi sveitarstjórnar 14. september 2022 lýsti fulltrúi D-lista þeim áhyggjum að innleiðing frístundastyrkja myndi leiða til hækkunar á æfingagjöldum líkt og víða hefur raungerst. Þegar fyrirliggjandi gögn eru rýnd má sjá að þær áhyggjur voru á rökum reistar og að æfingagjöld hafa nokkuð gegnumgangandi verið að hækka allt frá því að frístundastyrkir voru innleiddir, misjafnlega þó eftir greinum. Þannig hafa sem dæmi æfingagjöld fyrir 7. til 4. flokki á KFR hækkað 36% á sama tíma og launavísitala hefur hækkað 17%. Æfingagjöld í 3. flokki hafa jafnframt hækkað nokkuð umfram launavísitölu. Sambærileg dæmi má finna bæði hjá Ungmennafélaginu Heklu og Garpi. Eitt af markmiðum frístundastyrkja var að létta undir með heimilum til að kostnaður væri síður hamlandi fyrir þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi. Ljóst er að þeirra æfingagjöld hækka töluvert umfram vísitölu og hækka leið umfram frístundastyrki er ekki verið að ná þeim markmiðum. Í slíkum tilfellum er raunkostnaður á heimilin að hækka en ekki lækka eins og markmið stóðu til. Það er áhyggjuefni og vert væri að fara í nánari greiningar á þessari þróun og leið að skoða heildstætt hvort þau markmið sem lágu fyrir í upphafi séu að nást. Takk fyrir það, Ingvar. Já, Ingvar boðaði stuttabókun, hún var talsvert löng að mínum mati og ég áður en að við klára, þetta er að vísu kynningamál og ekki til afgreiðslu þannig hér, en ég held ég verið að biðja um stuttfundarhlé áður en við ljúkum þessum dagskrárlið. Þá höldum við áfram fundi og
ég ætla að leggja til að sveitarstjórn óski eftir því í framhaldi af þessar umræðu, óski eftir því við formin þeirra félaga sem að umræðir að annarkvort fund eða greinagerð þróun æfingagjalda á þessum félögum á þessu tímabili. Herðu, ekki meira en þetta að segja. Þá er liður 6 sem er GHR, það er leyfi undir fjarskiptamastur, það sem er lögð fram beiðni frá golfklúbbnum að gerðu verið viðaukasamningu við samning golfklúbbsins og sveitarfélags hluta jarðarinnar Strandar sem heimili golfklúbbnum að semja við Íslandsturn uppsetningu fjarskiptamasturs á landinu og leigutekjur renni til golfklúbbsins. Þetta er mastur sem á að reisa þarna í landinu þarna út á strönd og þeir óska eftir því að leigugjaldið sem sagt renni til golfklúbbsins og ég líti á þetta sem í raun og veru sem styrk sveitafélags til golfklúbbsins. Þetta er eitthvað 500.000 ári. Ekki orðið laust þetta. Það er ekki sem við taka til máls, þannig að ég ber þetta upp þess að geta samþykkt þetta, vinslega gemerki. Það er samþykkt. Áleiður 7 sem er beðin undanþágu frá kröfum sameiginlegt landnúmer á spildum, Skinnhúu og Norðurnes, það sem er lögð fram beðinu frá eigundu Skinnhúu EHF undanþágu frá kröfum sameiginleg landnúmer á spildum, Skinnhúu og Norðurnes vegna reglubundinnar endurnýjunar rekstrarleyfi Skinnhúu og ég ætla að leggja til að við vísum þessi inn í skipulagsnefnd. Það er samþykkt. Þá er liður 8 sem er beðni frá Bjarka Eiríksinni að fá leyfi til að nýta fjölskyldu útivistarsvæði í Nesi á Hellu til sólstöð og tónlistaháttíðarinnar Árbakkans á sumarsólstöðum 20. júní næstkomandi. Þetta var hann hélt svona hátíð í fyrra og ég held að það tekist bara ágætlega. Hvernig sem vilja taka til máls? Svo er ekki, það er samþykkt. Þá ætla ég að gera örstutt fundarhlé. Var komin niðurstaða. Og höldum áfram fundi, það er liður 9 styrkbeiðni, það sem er beiðni frá Ingibjörgu Ellingsdóttur fjárstyrk til að koma á móts við kostnað við tónleikana Konur, svo voru haldnir í Hvolnum á Hvolsvelli 24. október síðastlið. Ásamt kostnaðaráætlun uppgjöru vegna tónleikana. Ég ætla að leggja til að við bara styrkjum þessum tónleikum 100.000 krónur og það bókist á menningamál. Þessi geta samþykkt það, það er samþykkt. Þá er það Lýtingur, kaup á landi, lögð fram umsagnarbeiðni atvinnuráðuneytis, samanber 10. grein jarðalaga á kaupum Harðar Kristjánssonar og Maríu Hrannar Gunnarsdóttur á 31 hektara landspildu Lýtingi 2
lóðar úr landi Martinstungu í Rangárþingi ytra. Ég ætla að leggja til að við gerum ekki athugasemdir við ofangreind kaup. Þessi geta sagt þetta, það er samþykkt. Þá er það skipulags- og umferðarnefnd. Það er hér fyrsti liður, Efstasel, landskipti, ný spilda Efstasel 2E, auk breytinga á Efstaseli 2C og Efstaseli 2D. Nefndin gerði ekki athugasemd við áformu landskiptinni fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Þessi getur samþykkt það er samþykkt. Það er Lunarsvegur, landskipti Lunarsvegur 3A. Nefndin gerir ekki athugasemd við áformu landskiptinni fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Samþykkt það er samþykkt. Það er Galtarlækur, landskipti Skógar, Botnar og Skógar Hraun. Nefndin gerði ekki athugasemd við áformu landskiptinni fyrirhuguð heit og lóðum og leggur til að landskipti verði samþykkt. Geta samþykkt það er samþykkt. Skambeinstaðir 1D. Nefndin gerir ekki athugasemd við áformu landskiptinni fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Samþykkt það er samþykkt. Svo eru reglur lóðaúthlutanir, það eru breytingar. Það er mál sem við vorum með hér áðan og erum búin að afgreiða og sama gildur næsta mál sem er samþykkt byggingagjöld. Og við erum búin að afgreiða einnig. Svo er hér heiðvangur 22 og 24, það er staðfesting á lóðamörkum, þessi geta samþykkt afvísalegjamerki, það er samþykkt. Og þá er heiðvangur 21 og 3, það er sama, ykkur er athugasemdir. Það er samþykkt. Svo er það Hægi lóð sem nefndin samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að þar sem breyting á landnotkun í aðalskipulag er yfirstandandi verði fallið frá kynningu lýsingar. Það er samþykkt. Það er Höfuðból, það er breyting á deiliskipulagi fyrir lóð 202. Nefndin leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingi víkur að engu leyti frá notkun nýtingarhlutfall og útliti og formi viðkomandi svæðis. Nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga þar sem staðsetning dæluhússins er ekki talin geta valdið öðrum en lóðarhafa 202 ónæði telur nefndin ekki ástæðu til grenndarkynningar. Það er samþykkt. Svo er það Rangárbakkar, það er endurskoðun deiliskipulagsins vegna aðkomumála og reiðileiða. Nefndin tekur undir að gera þurfi breytingar á deiliskipulagi fyrir hesthúsasvæði þar sem aðkomu og umferðarmál innan svæðis verði endurhannaðar. Nefndin leggur til að formanni ásamt skipulagsfulltrúa verði falið að sitja fundi stýrihóps ásamt fulltrúum hestamannafélagsins lausn málsins. Þetta er samþykkt. Þá er Rangárflati 2, það er deiliskipulag þar sem að nefndin leggur til að skipulagsfulltrúa og sveitarstjóra verði falið að funda með umsækjandum stöðu lóðarinnar og næstu skref. Það er samþykkt. Svo er hér vikunám í Merkikórslandi, það er lagt fram til kynningar. Svo er Landvegur, framkvæmdaleyfi fyrir vegagerð, þar sem að nefndin hefur móttekið tilkynningu Landsvirkjunar og telur ekki ástæðu til endur útgáfu framkvæmdaleyfis þótt framkvæmdum seinki aðeins. Það er samþykkt. Það er á Vaðalda, það er tengivirki við Ferjufit, það er framkvæmdaleyfi vegna breyting á Sigöldulínu 3. Nefndin telur að umrædd framkvæmd sé ekki til þess fallin að hafa neikvæð áhrif á umhverfið og skuli því ekki hafa mati á umhverfisáhrifum. Skipulags- og umferðarnefnd leggur því til að veitt verði framkvæmdaleyfi til umsækjanda á grundvelli 5. greinar reglugerðar framkvæmdaleyfi og felur skipulagsfulltrúa að afgreiða málið. Það er samþykkt. Svo er það hér breyting á sveitarfélagamörkum við Þverá, þar sem að nefndin er að leggja til að framlögð mörk sveitarfélagana verði samþykkt. Það er samþykkt.
Það er Norður Nýjibær, þar sem nefndin hefur farið yfir framkomnar umsagnir og athugasemdir Skipulagsstofnunar. Nefndin samþykkir tillöguna til auglýsingar í samræmi við 31. grein skipulagslaga en áður verði hún kynnt í samræmi við 2. málsgrein 30. grein sömu laga. Það er samþykkt. Hagi 2 Teigsholt, breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Skipulagsnefnd samþykkir tillögun og leggur til að farið verði málsmeðferð eins og óverulega breytingu sé að ræða í samræmi við 2. málsgrein 37. greinar skipulagslaga, þar sem tillagan hefur engin áhrif á aðra en málsaðila og sveitafélagið. Það er samþykkt. Þjóðólfshagi 1 breyting á landnotkun í verslunar- og þjónustusvæði. Sem nefndin hefur farið yfir framkomnar umsagnir. Nefndin samþykkir tillöguna til auglýsingar í samræmi við 31. grein skipulagslaga en áður verði hún kynnt í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar sömu laga. Það er samþykkt. Ára Lautir, Álfaborgir 5, deiliskipulag. Nefndin hefur farið yfir framkomnar athugasemdir. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkomnar athugasemdir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillaga verði send Skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. greinar skipulagslaga. Það er samþykkt. Það er Laufafell, breyting á deiliskipulagi. Nefndin hefur farið yfir framkomnar athugasemdir. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkomnar athugasemdir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillaga verði send Skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Það er samþykkt. Þjóðólfshagi 27 og 28, breyting á deiliskipulagi. Nefndin telur að framkomnar umsagnir leiði ekki til breytingu á auglýstri tillögu og leggur til að tillaga verði send Skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Það er samþykkt. Ára Rangárbakkar 8, breyting á deiliskipulagi. Það sem nefndi frestar afgreiðslu og felur formanni og skipulagsfulltrúa að funda með umsækjanda og ráðgjafa hans. Það er samþykkt. Það er Hallstún, það er deiliskipulag. Nefndin hefur farið yfir framkomnar athugasemdir. Nefndin áréttar að steinslækur getur ekki fallið undir skilgreiningu að vera á og fallið því ekki undir kvaðir í skipulagsreglugerð fjarlægð á milli hans og fyrirhugaðra bygginga. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkomnar athugasemdir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillaga verði send Skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Það er samþykkt. Þá er það Norður Nýjibær, deiliskipulag íbúðabyggðar, þar sem nefndin hefur farið yfir framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Nefndin leggur til að tillaga verði auglýst samhliða tillögu að breytingum á aðalskipulagi fyrir sama svæði þegar heimild til þess liggur fyrir. Það er samþykkt. Það er Krikakot, það er umsókn byggingarheimild eða leyfi. Þar sem nefndin telur að þrátt fyrir tillögu að nýrri staðsetningu hafi ekki náðst fram nauðsynlega sátt staðsetningu umrædds mannvirkis á svæðinu og leggur til að funda verði með fulltrúum Íslandsturna áður en lengur haldið, þar sem meðal annars væri óskað upplýsinga gæði fjarskiptasambands á svæðinu og metin þörf og úrbótum. Það er samþykkt. Þá er hér Kjarrald og Lyngalda, það er umsókn lóður undir fjölbýli og skipulagsumferðin tekur undir hugmyndir umsækjanda nýjar útfærslur og endalóðum og telur heppilegt að umsækjanda fái vilyrði fyrir lóðunum eftir breytingar á deiliskipulagi. Skipulagsumferðin samþykkir að gerða verði breytingar á gildandi deiliskipulagi þar sem endalóðum við Kjarröldu, Lyngöldu og Melöldu, þar sem heimildi verði settar inn til byggingar á par eða raðhúsum eða tveggja hæða fjölbýli með 8-10 íbúðum. Aðkoma yrði beggja megin frá, að auki verði Melald og Móvalda breikkuð 1 metra
Móaldan verði gerða fjölbýlishúsagötu í stað einbýlishúsa, einnig verði götur gerðar að botnlangagötum og tenging við ofanbyggðaveginn felldar út og ég held að það væri mjög skynsamlegt hjá okkur að, sem sagt, að ég ætla að leggja það til að við afgreiðum sem sagt vilyrði til þeirra sem voru að sýna þessu áhuga, þessum verktökum fyrir þessum lóðum en áður en að við setjum í gang vinnu við breytingu á þessu deiliskipulagi við fundu skipulags- og umferðarnefnd og sveitarstjórn fundi með þeim hönnuðum sem við ætlum að fá til þess að breyta þessu deiliskipulagi þannig að við séum öll á sömu blaðsíðunum að við séum að fara að gera það sem við viljum gera best. Þannig að við frestum í raun og veru að taka afstöðu til seinni hluta á þessari bókun skipulagsnefndar. Gjörðu svo Ingvar. Já, oddvitið engar athugasemdir við tillögu málsmeðferð, bara svona vangaveltur, sko, ég lít svo á að þó séum að gefa vilyrði að það sé í rauninni háð þeim breytingum á deiliskipulagi sem að fara í gegn og það sé ekki búið að gera neinn, það er auðvitað endalegt vald þar hér í því. Þannig að sko bara fínt að menn vilji byggja og ekkert að því. En svona eins og þessi tölvutekning lítur út sem fylgir með, þá er hún dálítið mikið svona stingur í stúfið svæðið, þannig ég held að sé það er önnur greinargerð frá Eflu þar sem búið að útfæra ágætis útfærsla sem væri þó mun skárri og því að þarna eitthvað hús sem stendur þvert á hitt að það, þegar maður skoða tölvutekninguna þá gæti ég ímyndað mér, allavega ef ég ætti heima í nærliggjandi húsi að mér finnst þetta töluvert mikil breyting á deiliskipulagi og forsendubrestur í þeirri götu sem ég byggi að það var allt í einu konar 8 íbúðir í staðin fyrir þá 2 eða hvað er átt að vera þarna. En mér sýnist vera bara ágætis útfærslur þarna í þessum tillögum sem hægt er að vinna með og ég held að ég fresti frekari efnislegri umræðu þá bara fram að þessum fundi sem við ætlum að halda með ráðgjöfum, sé ekki ástæðu til að lengja þessu umræðu en allavega að við séum ekki að við séum á sama blasi og það að þetta er auðvitað háð endanlegri niðurstöðu í breytingum og deiliskipulagi. Já, sko, svo ég aðeins bæti við þetta þá eru þetta sem sagt ástæðan fyrir því að þessum aðilum er gefið vilyrði fyrir þessum lóðum er einfallega svo að það voru þeir sem að komu til okkar og óskuðu eftir lóð undir fjölbýli og mér finnst kannski ekki sanngjarnt gagnvart þessum aðilum að við förum í það að breyta deiliskipulaginu og búa til lóður og svo komum bara einhverjir aðrir og sækjum lóðina sem þeir eru að óska eftir í raun og veru. Það er ástæðan fyrir því að við erum að veita þeim vilyrði. Þannig að en þetta er alveg talsverða breytingar á ásýnd og öðru, þannig að ég held að sé mjög gott að við hittum, nú veit ég ekki hvort það er búið að taka ákvörðun hver á að vinna þessa breytingu, en væntanlega gerir finnum skipulagsfundur út úr því, en að við setjumst niður með þessum hönnuðum og komist að einhverju niðurstöðu með þetta sem við erum sátt við því við þurfum auðvitað að hafa pláss fyrir fjölbýli og það sem okkur vantar er fjölbýli með minni íbúðum sem að uppfylla skilyrði hlutdeildarlán. Það er það sem okkur vantar núna, það vantar inn á markað eins og víða annars staðar og við þurfum auðvitað að hafa ykkur starf lóði fyrir þetta. En allavega þá sem sagt ætla ég að bera það upp að umsækjandi fái vilyrði fyrir lóðunum, þessi geta samþykkt það er samþykkt, en að öðru leyti frestum við afgreiðslu skipulagsnefndar. Samþykkt það, samþykkt. Hér er svo miðvangur 7, það er umsókn lóð. Skipulags- og umferðarnefnd telur ekki forsenda sinni til að breyta hugmyndum notkun lóðarinnar við miðvang 7. Nefndin telur mun heppilegri uppbygging og hraðhleðslu í tengslu við starfsemi kanslarans verði innan lóðar kanslarans. Nefndin felur skipulagsfulltrúa að fara yfir lóðamál með umsækjanda og finna heppilega staðsetningu og hraðhleðslu. Þetta stýrist að það var óskað eftir lóð miðvangi 7 sem er norðan við kanslaran, hotlóð
undir hraðslustofar. En hérna, við vinnum þetta bara áfram með umsækjanda, þessi geta samþykkt þetta vinsamlega geðmerki, samþykkt. Þá erum við komin í fundargerðir framkvæmda og eignarnefndar, heilsu, íþrótta og tómstundanefndar. Skulum taka þessar 3 hérna saman. Svo erum við hérna með fundargerð stjórnar Lundar. Gjörðu svo vel. Já, Oddvitið, mér langaði að spyrja út í undir lið 12 fundargerð framkvæmda og eignarnefndar í lið 3 eða 4, ég man ekki hvort, að þar eru verið að tala um hérna útboð fyrir hérna sökla og burðavirki fyrir leikskóla. Nýjustu upplýsingar voru þær að þetta fara í það eftir áramót og það verið gott að fá að vita hverju því líður. Ég hérna svara því bara til að ég hef ekkert heyrt annað heldur en að það sé bara í gangi. Ég hérna gerir það fyrir því að við höfum látið vita ef að það hefur eitthvað breyst, þannig að ég held bara, ég rekna með því að það sé bara í vinnslu. Já, þetta á bara, það er engar breytingar á þessu, þetta er bara eins og, en hvort að útboðsgögnin séu farin út, ég get bara ekki svara því, en ef það væri ykkur breytingar þá vissum við af því, en það er engar breytingar sem að ég hef heyrt af í því. Herðu, við vorum í hérna, vorum komin hérna að fundargerð stjórnar Lundar, þar sem að hérna stjórn Lundar bókaði eða óskaði eftir fundi með fulltrúum stýrihóps ráðuneytisins. Það eru þarna ákveðnar breytingar það eru ákveðnar breytingar í farvatninu varðandi eignarhald sem að hérna stóð aðeins í stjórn Lundar, eða stjórn Lundar fannst ekki kannski þetta vera nægjanlega skýrt, þannig að stjórnin óskaði eftir því að fá fund með fulltrúum þessa stýrihóps og betri útskýringar á hvað þetta snerist. Því þarna var verið í raun og vera eins og við skildum þetta í raun og vera ríkið að hérna óska eftir því að taka yfir eignarhlut sveitarfélagana í húsnæðinu. Þannig að þetta var svona allt saman óljóst, þannig að stjórn, ég ætla að leggja til að sveitarstjórn taki undir með stjórn Lundar að fá fund með fulltrúum stýrihópsins hérna hvað felist í þessum breytingum sem var verið að boða. Þess geta samþykkt að vinsamlega geðmerki. Það er samþykkt. Svo eru hér nokkrar fundargerðir sem að já, hér er til að álagningu fjárskila vegna ársins 25 verði samþykkt. Tekið sérstaklega út á fundargerðinni sem geta samþykkt að vinsamlega geðmerki. Það er samþykkt. Svo eru hérna nokkrar fundargerðir til viðbótar. Þá held ég að þetta sé nú bara sigla út í okkur og hérna ég þakka ykkur bara fyrir ágætan fund og segi þessum fundi slitið.